Hér höfum við kennslu eða námsáætlunina og í dag sem sagt þessi vika í gangi, þriðja vikan og við höfum að fara í skilgreiningu riðstraums, spaníspólu, breyting segulsviðsins, förum við spennukurvuna, vektoramyndir og sjálfspannstöður spólu. Tökum svo í lokin dæmi 25. Þá skoðum við það og það er hér og hérna við í þessu. Hérna höfum við sem sagt skilgreiningu riðstraums. Það er þannig að við höfum straum sem streymir fram og tilbaka í rás og við höfum jákvæða og neikvæða pólun á spennunni og fáum strauminn fram og tilbaka gegn málæðið. Það sem við getum gert, það er að sem sagt, spana upp spennu á 3 vegu. Í fyrsta lagi að hreyfa leiði í segulsviði eins og með jafnstraumsrafala. Í öðru lagi hreyfa segulsvið framhjá leiðunum eins og við sjáum þarna í riðstraumsrafalanum. Það er pólhjólið sem snýst inn í rafalanum og hreyfist framhjá, þá hreyfist segulsviðið inn í rafalanum og sker þá leiðarana sem eru fastir í sátrinu. Þannig er riðstraumsrafalinn oftast útbúinn. Og svo í þriðja lagi þá spanast spenna í breytilegu segulsviði og þá erum við með spenni, sem sagt forvaf og eftirvaf. Og við verðum að vera með riðspennu í forvafi til þess að geta spanað upp spennuna í eftirvafinu. Ef segulsviðið ætla að breytast í kjarnanum vegna þess að við erum með riðspennu í forvafinu, þá spanast upp spenna í eftirvafinu. Nú, næsta, það er, við höfum spólu til þess að ef við höfum með segulsvið hérna upp á niðri þá getum við spanað upp spennu í þessari spólu og við erum með ákveðin heiti á þessu spólhlið 1 og 2 og svo framvegis hvernig þetta lítur út og hvernig við með því að snúa henni heilan hring þá getum við framleitt eina sveiflu og við myndum staðsetja hérna svona sem sagt inn í segulsviði og hérna fengjum við þá út sem sagt riðstraum út á þennan mæli hérna og segulkraftinnar sem sagt þær eru sem sagt margar eða sem sagt sem að fara gegnum spóluna og við getum sagt þá sem sagt að með því að hreyfa spóluna í heilan hring eins og kemur fram á þessum myndum sem sagt A, B, C og D að þá fáum við sem sagt ef að spólan er í láréttri stöðu að þá spanast ekki upp spenna þá þegar við erum með hreyfingu kringum það og þá er í rauninni 0 þar sem að spennan er að byrja að myndast og hún verður í hámarki þegar að sem sagt kraftlínubreytingin er mest og það er þegar að spóluhliðarnar eru að fara fram hjá segulpólunum sem sagt upp og niðri. Þar er sem sagt mesta breytingin. Við sjáum það hérna sko. Það sem að mesti segulkraftlínustraumurinn er í gangi þá er minnsta spenna sem spanast. Þannig að það er lægsta spenna sem spanast þar þegar að spólan er sem sagt í þessari láréttu stöðu hérna eða til dæmis í stöðun hérna í mynd A. Þá er minnsta breytingi hérna en hérna er í rauninni spennan að fara í gegnum 0-punktinn. Hérna er í rauninni 0 sko á þessum mæli til þess að fylgjast með því hvernig þetta gerist. Í B-myndinni þá eru komin upp í hámark sem sagt þá værum við komin alveg hérna upp í hámark þá fara fæstar segulkraftinir í gegnum spóluna það er rauninni og það snýst við í rauninni segulkraftinir straumurinn í gegnum spóluna þegar að við erum með þessa stöðu hérna komin alveg í lóðrætt stöðu og þá
þá mesta segulkraftinu breytingin og þá spanaða spennan í hámarki. Þannig þetta og svo heldur þetta bara áfram og heil sveifla sinusbylgja myndast áfram þegar við myndum snúa spólunni. Og þarna sem sagt segulsvið að breytast og við fáum breytilegt segulsvið í gegnum spóluna og þess vegna spanast upp þessi spennukúrfa sem sagt og við getum líka séð á aflinu. Sem sagt aflið er rauninni með tvöfalda tíðni miðað við grunntíðni spennunar. Þið sjáum það því að ef við margfaldum sem sagt saman straum og spennu þá fáum við líka afl jákvætt vegna þess að mínusinum mínus gerir líka plús. Það er ástæðan fyrir því. Og síðan varðandi mælitæki og slíkt þá er formstuðull mikilvægt atriði en við notum það ekkert sjálfur sér hér í þessu en varðandi mæla ef að spennan er sínslöguð þá er formstuðullinn þessi 1,11 og ef að er klipping á spennunni þá er hann oftast lægri. Ok, og hins vegar svo eins og þið þekkið með vektormyndirnar, þetta er bara upprifun úr 200 áfanganum, að þá miðum við munin á tíma á spennu og straum og í spólu þá erum við með straumin á eftir spennunni, þá er komin spenna á undan straumnum, getur við sagt. Og svo erum við náttúrulega líka með þetta væri í rauninni spennuvektormynd, mætti hugsa sér, ef við værum með strauminn sem viðmiðun. Síðan snýst þetta við, ef við erum með straumvektormynd, þá væri spennan, hún væri höfð sem viðmiðun og í spólu þá væri straumur á eftir spennu í spólu og þess vegna er straumurinn teiknaður fyrir neðan línuna, láréttu. Og hér sjáum við, ef að spenna og straumur er í fasa, þá er þetta bara samferðaðar línur í vektormyndunum. En síðan fer eftir hvort við erum með spanaðarás eða rýmdarás, hvort að straumurinn er á eftir þegar við erum með spanaðarás eða spólur eða straumurinn er undan eða við erum með þétti eða rýmdaráhrif í rásinni. Þá köllum við að það sé rýmdarás ef straumurinn er undan spennunni. Nú, aðeins með radían og gráður, þetta þekkiði að 2π samsvarar 360 gráðum og 1π samsvarar 180 gráðum og þegar við breytum radíunum í gráður þá margföldum við með hlutfallinu 180 deilt með π en þegar við breytum gráðum í radíana þá margföldum við með hlutfallinu π deilt með 180. Þetta getur verið mjög þægilegt, þetta er mjög gott að nota til dæmis í rafeindadægni 253 sem við þurfum að vera nota stundum sem er radíana inn í formúlu. Nú, augnabliksgildi, hvernig getum við fundið það? Jú, við getum margfaldað sínusinn á gráðunum sinnum hámarksgildi spennunar. Til dæmis, ef við þurfum að fá augnabliksgildi spennunar á þessum ferli að við þurfum að vita hvað virkagildið inn er og margfalda með rótina tveimur. Til dæmis ef virkagildið inn er 230 volt, mælt bara með spennumæli, að þá getum við fundið út maksgildið, hámarksgildið með því að margfalda með rótina af tveimur. Þá fáum við maksgildið. Og við notum það sinnum sínusinn af hornin, bara hvar sem við viljum á þessum stað á x-ásnum, á hvaða gráðu fjölda við erum, þá tökum við bara sínusinn af þeim gráðum sem við erum stattir hverju sinni. Við 10 gráðnar þá fáum við 56,4 volta augnabliksgildi, við 45 gráðu við svo heppilega til að við erum með sama gildi í augnablikinu og virkagildið er 230 volt. Þetta er svolítið. Og líka hinum megin við kurvuna við
hérna megin, hægra megin við 90 gráða, sem sagt við 135 gráður, þá erum við líka auðvitað með 230 volta spennu í því augnablikki. Skemmtileg tilviljun. Og síðan hérna, ef við förum síðan hérna niðar, þar sem að spennan er neikvæð, þá til dæmis við prófum við 250 gráður, að þá fáum við mínus 305 volta spennu í því augnablikki. Og svona getum við fundið hvern einasta punkt hérna á þessum sínusferli. Ljómandi, þá vitið þið alveg hvernig þið getur fundið augnabliksgildi spennu. Og það síðasta sem við förum hérna í, það er sjálfsbæðstöð spólu, í sambandi við þessa bók, og síðan tökum við dæmi 25, áður við hættum upptökunni. Sjálfsbæðstöð spólu, það er L. Sjáu, það er oft merkt hérna L. Og hvað er einingin á þessu? Það er Henry. Það er stórt H. Við köllum það Henry. Það er einingin fyrir sjálfsbæðstöðulinn. Og þetta er þáttið stór stærð, þannig að við erum oft að mæla hérna inni kannski 0,eitthvað Henry eða 220 millihenry eða eitthvað svoleiðis. Og hérna, þannig að þetta er þáttið stór eining, sko. En síðan, sem sagt, spannstöðullinn eða sjálfsbæðstöðullinn, formúlutáknið fyrir hann er L. Og við getum séð hérna að í þessari formúlu til þess að reikna út sjálfsbæðstöðull þá skiptir máli vindingafjöldi spólunnar, þverflatamál spólunnar og síðan líka það sem að öllu máli skiptir í rauninni, það er segulleiðinni stöðullin eða bara sem sagt, já, leiðinni stöðull sem er í kjarnanum hverju sinni. Þess að μ0 það þýðir segulleiðinni stöðull lofts. Og ef við erum með bara loft þá er tiltölulega lágur sjálfsbæðstöðull yfirleitt, en þegar við setjum spólunni í járnkjarna að þá eykst þetta mörg þúsund sinnum segulleiðinin, þannig að sjálfsbæðstöðullinn stækkar. Hvað áhrif hefur það á launviðnámið, XL? Jú, þetta er margfeldi L hérna, þannig að þá eykst spanviðnámið, XL. Við erum með tvisvar sinnum pi sinnum f sinnum L, sjálfsbæðstöðulinn, og þá, ef við setjum járnkjarnan í, þá eykst XL líka. Og þar leiðandi eykst sýndarviðnámið þar með. Viðkomandi spólu. Nú, þetta er rauninni bara upprifun og hérna einingin náttúrulega fyrir XL er bara ohm og líka einingin fyrir setuna er líka ohm, omega. Þannig að ekki gleyma því, ég bara gleymdi að setja inn á glæruna. Við þurfum að muna eftir því. Svo skulum við líta hérna á dæmi 25. Hvernig við förum að því að setja fram svona dæmi. Það er yfirleitt að teikna upp rásina fyrst og setja jafngildismynd fyrir spóluna og merkja við raunviðnámsspólunnar og spannviðnámsspólunnar og setja inn á myndina það sem gefið er til dæmis. Og síðan er þetta beðið að teikna viðnámsvektormynd og þá setjum við það náttúrulega upp svona eins og vera ber, raunviðnámið hérna vegna þess að seinna ef við erum með spennuvektormynd þá er það á sama stað og setan kemur hér sem lengsti vektorinn í myndinni og hérna er aftur það reiknað með Pythagoras-reglunni, setan, af því að bæði viðnámið voru gefin. Svo er hægt að reikna út strauminn í rásinni og hann takmarkast af setunni. Þess vegna verðum við alltaf, þegar þurfum að reikna út straum í rás, að nota sýndarviðnámið. Heildarviðnám rásarinnar sem er sýndarviðnám. Þegar við vitum strauminn í rásinni þá getum við nota hann til að finna hvernig spennan skiptir sér í spennunni yfir launuviðnámið eða spannuviðnámið og margfaldur það í þann strauminn sem sagt sinnum XL og svo hins vegar strauminn sinnum RL til að fá spennuna yfir raunhluta spólunar. Og það er sami gráðufjöldi en það sem bætist við hér
það að við höfum strauminn sem viðmiðun og merkjum allt náttúrulega heildarspennuna á sinn stað og raunhlutaspennunar og síðan launhlutaspennunar sem UXL. Og síðan í rauninni bara útreikningur hérna á horninu borið saman þegar við reiknum þetta út frá viðnáminu, það sem sagt RL-Z, eða við getum líka fundið út frá spennunum, raunspennan, deilt með heildarspennunni, fáum sama hornið, vektormyndirnir eru nákvæmlega eins. Síðan átti bara að finna út sjálfspannstöðulinn eða spannstöðulinn, L-ið, og þá notum við 9 ohminn og deilum með 1000 pi 50 og þá fáum við að það er 0,0286 Henry eða 28,6 millihenry. Stórt H, þetta er einingin. Þá erum við búin að fara yfir þetta efni fyrir þessa viku og þá er bara málið fyrir ykkur að æfa ykkur á útreikningum á þessum dæmum sem eru þarna í bókinni fram að þessu og í næstu viku þá erum við að fara í fleiri dæmi í sambandi við sem sagt spóluna og hérna er til dæmis talað dæmi 27 til 30 í viku 5 en það er ágætt að fara að vinna í öllum þessum dæmum til þess að komast í gang með útreikningana. Ljómandi, þá segjum við þessari upptöku lokið.